vefsíðu í Google Sites. Til að opna Google Sites farðu í Google Drive-ið ykkar og það er þægilegt að fara hér í súkkulaðiplötuna og sækja forritið. Og auðvitað sé það ekki eina leiðin. Þið farið síðan hér í plúsin, í nýtt, hvort sem það stendur nýtt eða new, smellið á það, farið síðan hér í fleiri eða more og fáið það upp lista hérna og veljið Google Sites. Síðan sem opnast þá vefsíðan sem þið eru að búa til. Hér hægra megin eru ýmsir möguleikar. Hér er hægt að velja að setja inn textareit, mynd, innfella einhvern kóða, fara í Drive-ið til að sækja efni. Hér er hægt að ráða eða fá fyrirfram svona grunn að útliti og síðan er hérna ýmiss konar hnappar hér sem að hafa eitthvað tilgang. Þið getið gert því hnappa til dæmis til þess að smella yfir á síður og þetta setja inn YouTube myndbönd, setja inn dagatal, hitt og þetta hérna sem þið skoðið að sjálfsögðu bara betur. Hérna er hægt að, undir síður, er hægt að stjórna síðanu. Hérna heim er ykkar heimasíða, það er að segja forsíðan á vefnum ykkar. En síðan er hægt að fara hér í plúsin, smella á og búa til, segjum bara ritdómur, það er ein síðan sem þið ætla að gera í lestinni og þá kemur það hér undir. Þannig að þið eru þá komin með hérna nýja síðu, þið eru komin með 2 síður, ritdóm og heim. Og hér myndi ég kannski setja lestin. Þannig að þið sjáu að hér bara fara á milli, ýtið síðan á plús til að búa til nýja síðu. Þemu, þetta er sem sagt það sem þið getið valið útliti á síðun ykkar, lita og leturgerðir og síðan hérna, og þið náttúrulega bara skoðið þetta sjálf og athugið hvað passar ykkur best. Hér get ég að víta mynd, þá smelli ég hérna og fæ þá upp hlaða inn eða velja. Velja, ef ég vil það, þá get ég farið hér í leitað, í myndaleita á Google. Ég get líka farið inn á Google drifið. Ég get líka sett inn texta og þá kemur einfaldlega upp svona texti og hér get ég valið hvort það sé fyrirsögn eða venjulegur texti. Ég ætla að setja bara eitthvað bulltexta. Velja divið, það velur ekki að það sem er í textabóksinu öllu, heldur get ég valið hvert orð fyrir sig. Og ég vil kannski hafa þetta feitletrað og ég vil hafa þetta í 18 punktaletri. Þá kemur það þannig upp hér og þetta er bara eins og í Word eða Google Docs. Getið sett í feitletrað, skáletrað, miðjusett eða allt þetta. Hér bara einfaldlega stjórnið því hvernig þið viljið hafa útlitið. Hér er hægt að afrita, hérna er hægt að lita, búa til eitthvað skonar, þannig að þetta er undir, þannig að þið þurfið í rauninu bara að skoða alla virknina, þarna afrita ég þetta hér, en ég ætla að henda því aftur. Þannig að þið þurfið bara að skoða hvernig þetta virkar og ef ég ætla að skipta mynd hér, þá farið í skipta mynd og hérna við ætlum að hlaða inn einhverju mynd, til dæmis á ég mynd hérna fíl, ég ætla að setja hana að inn og þá kemur hún hér inn. Síðan er hægt að setja inn, það er sem ég hafði verið með hérna stillingu á þessu þar sem er auðveldar mann að lesa það sem stendur og er skrifað ofan í myndina og ég get sett á aftur því að þá dekkist myndin heldur og ég get betur lesið. Síðan get ég valið hérna gerð af síðuhaus. Ég vil kannski hafa aðeins stærri mynd eða stóran borða, þá sjáu ég get aðeins svona stækka þannig að myndin sjáist betur. Út frá þessu þá sjáu þið að maður þarf kannski að passa að lagið á myndinni passi inn í það form sem maður ætlar að gera. Maður þarf aðeins að hugsa um það. Þegar ég bjó til síðurnar, hérna með því að fara í síður og bjó til, þá sjáu að hér koma orðin fyrir heitin á þeim síðum og ef ég smelli á þau, þá flakka ég á milli. Þannig að eftir því sem ég bý til fleiri síður, því fleiri orð verða hér uppi og þetta eru þá eins konar takkar. Besta leiðin er að sjálfsögðu að fikra sig áfram, skoða hvernig allt virkar, það er alltaf hægt að henda út aftur, breyta til og aðlaga að sínu efni. Þannig að endilega bara prófa sig áfram og skemmta sér yfir þessu og gera sitt besta. Gangi ykkur vel.